Góðan daginn Sumul. Þá ætla ég að tala um James Burke eða Jimmy the Gent. Jimmy herramaður, ég veit ekki alveg, en með það sem ég kynnt mér var hann allt annað en kurteis svona öllu jafna og hegðaði sér svo sannarlega ekki herramannslega. Það er einmitt það sem gerir hann svo áhugaverðan. Jimmy Burke var þversögn. Hann fékk viðurnefni vegna þess að hann var þekktur fyrir að gefa bílstjórum sem rændi þjóðfé fyrir ómakið. Hann rændi oft vörubíla sem voru að koma frá flugvellinum og gaf bílstjórum pening, hvort þeir vildu það ekki, en tekur ökuskírteinið. Þannig að hann bara tekur veskið þeirra, tekur ökuskírteinið út, heldur það og setur, kannski mánaðarlaun í veskið þeirra og lætur það fá. Þarna er Burke-grunur óbeint að gera þá samseka með að múta þeim og í leiðinu auðvitað ógna þeim, því að á ökuskírteinu eru allar þeirra persónulegu upplýsingar, þannig að þeir vita alveg að þeir vil ekkert fá hann eitthvað heim til sín ef þeir klaga, þannig að ef löggan kemur þá segja þeir bara, já, voru bara einhverju svertingar sem reyndu okkur, ekki, hann hafði oft ekki einu sinni fyrir því að vera með grímu eða neitt, hann var það svalur í þessu. En Jimmy the Gent, hann gat alveg komið vel fyrir þegar hann þurfti að gera það, vel klæddur og sjarmerandi, tipsa alltaf vel og svona, en undir niðri bara gjörsamlega miskunnarlaus göturotta, við skulum bara segja alveg svo er. Jimmy Burke, hann er einstök típa, þetta er líklegast eina típan svona sem er non-Italian náunginn sem það voru nokkrar fjölskyldur sem funduðu og hann vann aðalega með Lucchese í mönnum, en aðrar fjölskyldur funduðu með Lucchese og fjölskyldinu og fengi að lána hann. Hann var það góður sem sagt örnir eða tjenaði svo mikið pening, þannig var Jimmy Burke hluti af ítölsku mafíunni. Bæði já og nei, hann var vissulega lykilmaður í Lucchese fjölskyldinni í New York, en vegna þess að hann var á írskum ættum en ekki ítölskum gat hann aldrei orðið made man eða fullgildur meðlimur. Hann gat ekki klifið metorrastegann formlega, en hann var samt einn valdamesti og óttaðasti maðurinn í undirheimunum á 7. og 8. áratugnum. Nafnið Jimmy Burke kemur oft upp þegar talað um valdamikla non-Italian mafíumenn. Hann er þannig uppi með mönnum eins og Bugsy Siegel, Meyer Lansky, Jimmy Coonan og Joey Watts. En þessir einstaklingar eiga það allt sameiginlegt að hafa náð langt í valdastrúktúr sem er uppbyggður af ítölsku mafíunni. Og það er alveg nokkur dæmi um menn sem er ekkert ítalskir en þeir eru þarna alveg í innsta hringnum, þóttir séðurinn eru ekki formlega séð. Á endanum snýst þetta náttúrulega allt um peninga og það er eitthvað sem Jimmy Burke var alltaf duglegur að gera, afla peninga. Árið 78 stjórnaði Burke ráni á JFK flugvellinum, mjög frægt rán, þar sem ræningjarnir komast undan með tæpar $6 milljónir í reiðufé og skartgripum. Þetta er árið 1978, þannig að núvirði er þetta einhver stjarnfræðileg upphæð. Þetta var stærsta peningarán í sögu Bandaríkjanna á þeim tíma og það merkilega við þetta var það að Burke sjálfur fór aldrei inn á flugvöllinn. Hann stjórnaði þessu öllu bak við tjöldin, þótt hann hafi hirt langstærsta hlutann sjálfur. En þetta var samt byrjunin á endanum hjá hann, þetta rán á JFK, því að mjög lítið af þjónu fannst nokkuð tíman, það hefur ekki ennþá fundist, það er ennþá verið að leita að því, hvort sem við trúið ekki og það er ekkert langt mörg ár síðan að það var meðlimur í Bonanno fjölskyldunni sem tók eitthvað þátt í þessu, hann var sýknaður af þessu, en hann hafði fengið eitthvað hluti af þessum pening. En ránið, já, þetta ránið eru nú samt svona upphafið að endinu fyrir Burke, því að það sem gerist eftir ránið eru nú mjög óhugnanlegt. Burke varð ofsóknarbrjálaður. Hann óttaðist að einhver af hans vitorðsmönnum myndi kjafta í lögregluna eða vera kærulaus með peningana, svo hann ákvað bara að vera fyrri til og reynsa til. Þannig næstu mánuði eftir ránið voru nánast allir sem komu að því myrtir eða hurfu sporlaust. Burke vildi ekki skilja eftir neina lausa enda, hann var tilbúinn að fórna vinum sínum og samstarfsmönnum til að bjarga sjálfum sér og peningum. Þetta sýnir ágætlega hversu kaldur hann var í raun og veru. Það er mitt vinur hans Henry Hill, bara mjög náinn vinur hans sem var til þess að hann féll. Allir sem eru eitthvað inn í þessu mafíuþema, þeir hafa séð Goodfellas
en Robert De Niro hann leikur einmitt persónuna sem byggð á Burke. En þegar Henry Hill var handtekinn fyrir fíkniefnasölu ákveður hann að gerast uppljóstrari til að forðast fangelsi og líklegast til þess að forðast að vera drepinn af Burke. Þannig framburður Hill hjálpaði til við að sakfella Burke þó hann hafi vissulega verið dæmdur fyrir önnur mál eins og hagræðingu úrslita í körfubolta og síðan fyrir morð. Herramaðurinn hann endar ævina í fangelsi og deyr úr krabbameini 1996 ennþá bak við lás og slá. Saga hans fullkomin áminning að glæpaheimurinn sjaldnast eins glæsilegur og bíómyndir vilja láta vera. Það engin heiður að núti bara græðgi og svik. Ljóst að Burke var engin venjulegur þjófur og ég ætla að reyna að varpa ykkur ljósi á hans lífshlaup hér á eftir. Þið sem hafi séð Goodfellas viti náttúrulega hver Jimmy Burke hann var reyndar kallað Jimmy Conway í myndinni, en það tengdist í bara eitthvað því að Burke fjölskyldan hótaði að fara í mál við Scorsese og co, þannig að nafninu var bara breytt í Jimmy Conway. Robert De Niro lék sem sagt Jimmy Conway eða Burke í raun og veru og gerði það ansi vel. Ég var alltaf mjög hrifinn af túlkun hans á Burke, en þeir sem svona þekkja til segja nú að alveg sammála mér að hann leik þetta vissulega vel, en Burke hafi verið mun ýktari týpa en De Niro túlkaði þarna í myndinni. Þegar ég segi ýktari þá ég meina að hann væri valdameiri og grimmari en myndin sýndi. En myndin Goodfellas byggð á bókinni Wiseguy frá 85 og Wiseguy á miklu leyti byggð á heimildum Henry Hill sem var í genginu og bar svo vitni gegn Burke og fleirum og aðalega vitni gegn einstaklingum úr Lucchese fjölskyldunni. En svona hvað maður að segja, mafíusakfræðingar svona eins og sé bókin góð, myndin frábær, ein besta mynd sem ég séð, en þetta allt saman út frá einhliða frásögnum Henry Hill sem var að eigin sögn raðlegari og svikarapur. Þannig að eins skemmtilega myndin þá þetta ekkert eitthvað, þá hún ekkert eitthvað frábær svona, hún ekkert frábær svona sakfræðilega séð eða þannig séð. En það á hún ekkert að vera það svo sem. Eins og með svo marga á þessum heimi þá voru tvær hliðar á Jimmy Burke, fjölskylduliðin og minnstakosti samkvæmt börnunum hans þegar hann var tjáð sig föður sinn. Hann var góður pabbi og eiginkona sagði hann væri góður eiginmaður. Það getur vel verið rétt upp að einhverju marki. En vinir hans hafa svipaða sögu að segja. Hann stóð með vini sínum þegar á þurfti og setti jafnvel sjálfan sig í hættu til að passa upp á það. Og lánaði fólki pening og hann gaf mikið til góðgerðarmála, til dæmis hann var ættleiddur. Hann var svolítið gamall þegar hann var loksins ættleiddur og hann sá alltaf foreldra sína sem ættleiddan. Sá það að þau skorti ekki neitt, hann varð moldríkur, hann Jimmy Burke. En svo var það hin hliðin sem var hann var fljótur að breytast í bara morðótt illmenni, það ekkert þetta orðað öðru vísi. Ef honum fannst eins og þú ógnar honum einhverju leyti eða væri að svíkja hann þegar koma viðskiptum, skiptir engum máli hvað var lítill peningur, honum fannst þú ekki alveg vera sanngjarn við sig, þá í besta falli barði hann þig alveg í spað og í versta falli endaði sundur skotin í einhverju holu. Það voru ófáir einstaklingar þarna úti sem fengu að finna fyrir reiði Jimmy Burkes. Ég væri nú alla af sem þetta true crime genre ekki áhugavert. Mér finnst erfitt að íslenska þetta heiti, true crime genre eða bókmyndir sem fjalla sanna glæpi, glæpasögur úr veruleikanum með hvernig sem við viljum segja þetta. Þetta allt frekar óþjált, þannig að þið verið bara fyrirgefið því ég sletti svona mikið og ég mun og hef slett töluvert í þessum myndböndum mínum. En allavega, mér finnst þetta viðfangsefni forvitnilegt. Og þá einnig helst þessi spurning hvað drífur fólk áfram til illra verka. Ég vil svona skyggnast aðeins bak við persónunar.
sem eru í þessum leikritum. Hvað knýr sumt fólk áfram til þess að myrða? Flestir sérfræðingar eru sammála því að oft má fara langt aftur í æsku viðkomandi til að sjá vísbendingar þessa bresti. Mér finnst í þessu samhengi alveg vera vel þess virði að fara djúpt í æsku Jimmy Burks, þannig næstu mínútuna munu vera eins og hálfgerður fyrirlestur í sálfræði. Sérfræðingar í barnasálfræði hafa nefnilega kortlagt nokkuð ítarlega meðferðin á Burke og málið notað sem ákveðið sýnidæmi í þeim gera. Tengslin á milli áfalla í æsku og glæpahegðunar hjá karlmönnum óumdeilanlegt. Rannsóknir sýna fram á beint samband milli fjölda áfalla sem drengir verða fyrir í æsku og líkunar á því að þeir lendi í fangelsi á fullorðinsárum. Þetta eitthvað sem kemur fáum á óvart. Þú þarft ekki að vera sérfræðingur til að taka undir slíkar fullyrðingar. Mörg okkar þekkja sjálf sambærilegar sögur börn sem alast upp við erfiðar aðstæður og glíma við afleiðingar þess alla sína ævi. Af hverju eru börn alkohólista líklegri sjálf til að glíma við fíkn og almenn vandamál? Brotin heimili brjóta niður sálir og þú þarft að vera mjög sterkur einstaklingur til að fara í gegnum slíkt mótlæti. Rannsóknir nefna líkamlegt og andlegt ofbeldi, vanrækslu, kynferðisofbeldi og heimilisofbeldi. Það sem áhugavert eða öllu heldur sorglegt að karlkyns glæpamenn hafa oft upplifað mörg ólík áföll. Þetta kallað fjölþætt áfallasaga. Þegar barn elst upp við stöðugan ótta og óöryggi, þá breytist heilastarfsemin. Barnið lærir að heimurinn sé hættulegur og bregst oft við með árásargirni. Rannsóknir sýna að glæpahegðun mótast ekki bara áföllunum sjálfum heldur samspili þeirra við umhverfið. Stökum dæmi ef drengur verður fyrir áföllum en býr við fátækt, hefur litla menntun og engan stuðning, þá eru líkurnar á glæpahegðun meiri en hjá einhverjum sem fær meiri viðeigandi stuðning. Þessar breytur virka eins og bensín á eldinn. Ef þú hefur ekki úrræði til að vinna úr áföllunum, enga sálfræði hjálp og engar fyrirmyndir, þá leitar fólk oft í vímuefni eða ofbeldi til að deyfa sársaukann eða ná stjórn á aðstæðum sínum. Hjá mörgum föngum var glæpahegðun í raun bjargráð þegar þeir voru yngri, leið til að lifa af, sem þróaðist síðan út í lífstíl. Refsing ein og sér leysir ekki vandann ef undirliggjandi sársauki ekki meðhöndlaður. Við erum ekki að afsaka glæpina því auðvitað bera menn ábyrgð á gjörðum sínum, en til að fækka glæpum þurfum við að skilja hvers vegna þeir gerast. Við þurfum að grípa inn í fyrr áður en litli strákurinn sem verður fyrir ofbeldi breytist í fullorðinn geranda. Rætur ílskunnar liggja oftast í æskunni og saga Burke skelfilegt dæmi það. Hann fæddist árið 1931 í Bronx, New York. Þetta eru erfiðir tímar. Jimmy Burke fæðist í kreppunni miklu, í dýpstu efnahagskreppu sem getur á friðartíma. Móðir hans Jane Conway var vændiskona á táningsaldri og hann hafði aldrei neitt samband við barnsföður. 2 ára gamall Jimmy Burke settur í fóstur. Hann þekkti aldrei almennilega líffræðilega foreldra sinna. Móðir hans Jane Conway var írskur innflytjandi sem kom til Bandaríkjanna í leit að betra lífi en fann þar bara fátækt og erfiðleika. Samband hennar við son sinn var ekki bara erfitt, það var rótin allir þeirri reiði sem síðar braust út í Jimmy. Hún var hverful við son sinn, það er kannski verra en að vera bara vondur. Hún setti hann í fóstur þegar hann var 3 ára vegna þess að hún gat ekki séð hann, en hún hvarf ekki alveg úr lífi hans. Hún birtist reglulega, tók hann heim til sín í stuttan tíma þegar henni leið betur en skila hann svo alltaf aftur í kerfi þegar hlutinni gengi ekki upp eða þegar nýr kæristi kom inn í myndina. Sálfræðingar kalla þetta trufluð tengslamyndun eða disrupted attachment. Burke lærði aldrei að treysta því að ást eða öryggi væri varanlegt. Á fyrstu árunum var hann fluttur á milli tuga fósturheimila og stofnana. Ofbeldi sem hann var fyrir ólýsanlegt. Gögn sýna að hann var fyrir grimmilegu líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi af hendi starfsmanna fósturheimila og fósturforeldra sem hann flakkaði á milli. Eitt dæmi þegar fósturfaðir hans læsti hann inn í dimmum skáp dögum saman og barði hann reglulega. Þetta var ekki uppeldi, þetta var pynting. Píningin var ekki eingöngu líkamleg, heldur einnig andleg, en andlegt ofbeldi getur verið lúmskara en líkamlegt. Fósturforeldrar hans hötuðu ættleiddan son sinn og þegar barn elst upp við stöðuga niðurlægingu, höfnun eða þöggun, þá breytist heilastarfsemin. Barnið fer að trúa því sem því sagt. Ef foreldri segir endurtekið að barnið sé einskis virði eða fyrirhöfn, þá verður sú rödd að innri rödd barnsins. Og til að segja Jimmy Burke hafi fengið í byrjun fósturforeldrar frá helvíti,
Það var ekki bara fósturfaðirinn sem misnotaði hann heldur tók fósturmóðirin fullan þátt í ofbeldinu. Burke þurfti að svala afbrigðilegum kenndum konunnar og eiginmaðurinn virtist fá kikk út úr því að láta barn sofa hjá eiginkonu sinni. Þarna erum við að tala úrkynjun í hæsta flokki. Þegar Burke 13 ára gamall deyr fósturfaðir hans í bílslysi. Þau 3 eru á leiðinni út úr bænum á miðri hraðbrautinni og fósturfaðirinn undir stýri. Eitthvað verður kallinn ósáttur við Burke og teygir sig aftur í til að berja hann en missir í kjölfarið stjórn á bílnum. Þau keyra út af og beint á tré. Fósturfaðirinn deyr samstundis en Burke og fósturmóðir hans lifa. Eftir þennan atburð eykst ofbeldið. Fósturmóðirin kennir Burke slysið. Að lokum stígur félagsþjónusta inn í og Burke settur enn og aftur inn á fósturheimili. Það er erfitt að ímynda sér hvað svona meðferð gerir við barnshuga. Eins og ég var að tala áðan þá sýna rannsóknir að þegar barn elst upp við stöðugan ótta og svik þá lokar það á tilfinningar sína til þess að lifa af. Það getur þróað með sér siðblindu. Burke lærði þá lexíu snemma að heimurinn væri hættulegur staður og að eina leiðin til að vera öruggur væri að vera sá sterkasti og miskunnarlausasti. Þannig óhætt að segja að glæpahneigðin spratt ekki upp úr engu. Fyrir Jimmy Burke var ofbeldi eina tungumáli sem hann skildi. Hann treysti engum vegna þess að þeir sem áttu að vernda hann höfðu brugðist honum. Þegar hann var eldri og komst í tæri við mafíuna notaði hann sömu aðferðir og höfðu verið notaðar hann stjórnaði með ótta. Ekkert af þessu afsakar glæpina sem hann framdi en þetta útskýrir kannski hvers vegna hann var svona tilfinningalega dofinn. Þegar Jimmy Burke var 13 ára gamall gerist loksins eitthvað gott fyrir hann, kominn tími til. Hann var ættleiddur af Burke fjölskyldunni, þetta voru hjón sem voru hvorki glæpamenn né ofbeldishneigð. Við erum að tala venjulegt vinnusamt fólk sem vildi veita þessum illa leikna dreng örugt heimili og ástúð. Þau buðu honum upp á líf sem hann hefði aldrei þekkt, reglulega máltíðir, hreinn fatnaður og engar barsmiðar. Hann tekur upp nafn fjölskyldunar Burke og unglingurinn James Conway verður að James Burke. Hann vildi skilja fortíðina eftir. Nafni Conway minnti hann á sársauka, höfnun og skrýmslin sem höfðu alið hann upp. Með því að vera James Burke var hann að búa til nýja sjálfsmynd. Hann vildi vera sonur þessa góða fólks. Það er kaldhæðnislegt að hugsa til þess að maðurinn sem síðar varð einn óttaðasti glæpamaður New York-borgar valdi nafni til að heiðra heiðarlegt fólk. Þetta var svo sannarlega mikið lukkuspor fyrir Jimmy Burke en líklegast kom þessi breyting bara of seint. Þegar hann kom til Burke-hjónanna var persónuleiki hans þegar mótaður af áföllum. Hann var 13 ára gamall og hafði þróað með sér siðblindu bara til þess að lifa af. Hann kunni sína þakklæti og gat verið afar sjarmerandi. Þess vegna var hann kallaður Jimmy the Gent eða herramaðurinn en innst inni var hann skemmdur. Hann notaði nýja nafni og það öryggi sem Burke fjölskyldan veitti honum sem grímu. Heima var hann James Burke, ættleiddi sonurinn sem var kurteis og vel uppalinn en úti á götunni notaði hann grimmdina sem hann lærði sem James Conway. Burke-hjónin reyndu sitt besta en þau gátu ekki þurrkað á 13 ára pyntingum. Þau gáfu nafn og húsaskjól en þau gátu ekki lagað sálina hans. Þegar hann var fullorðinn notaði hann þessa kurteisu yfirborðsmynd til að komast áfram í mafíunni en undir niðri var hann alltaf litli reiði drengurinn sem enginn vildi eiga. Þessi saga hans auðvitað mjög sorgleg. Kannski var tækifæri til að bjarga honum en skaðinn var orðinn of mikill því miður. Saga Jimmy Burke minnir okkur á að ást og umhyggja eru lífsnauðsynleg en stundum eru sárin það djúp að jafnvel besta fólk fær ekki grætt þau. Þráttur að vera núna loksins kominn á gott heimili var nokkuð ljóst hver Burke stefndi. Hann var dimm og grimm ára yfir Jimmy Burke. Hann var bara áþroska á aðeins 15 ára gamall var hann rétt rúmlega 1,90 og 100 kíló vöðvum. Þekki flest eitthvað sem er hraustur og eðlisfari, stórbeinóttur og hraustbyður. Við erum að tala þetta er í kringum 1940 og eitthvað skilur. Það voru engin sterar eða gym, fólk var yfirleitt ekki stórt og mikið en Burke var það svo sannarlega og langt fram á gamals aldur var hann mjög sterkur. Og það var alveg talað um það var ekki, ef hann náði einhvern veginn hrömmunum sinni miði, þá ertu bara búin að vera. Á þessum tíma kynnist hann ítölskum glæpamannanafni Dominic Remo Cersani. Cersani með tengslin í Colombo fjölskylduna en á þessum tíma associate en varð seinna kapteinn í fjölskyldunni sem er virkilega
háttsett staða. Burke og Sersani verða mjög nánir og bralla mikið saman. Það er Sersani sem kynnir Burke fyrir mafíu meðlum og opnar þannig dyrnar að skipulegum glæpum. Dyr sem lokuðust aldrei. Þeir eru mikið í því að falsa ávísanir og smygling sígarettum. Á þessum tíma er New York fylki með átak gegn tóbaksreykingum og skattleggja allt tóbak með það markmið að draga úr notkun á því. Þannig að þeir kaupa sígarettur á Suðurríkjunum og ná þannig að fara einhvern veginn framhjá skattinum að því skattlagningin í Suðurríkjunum er mun lægri og þeir græða virkilega mikinn pening á þessu. Árið 1949 er hinn 18 ára Jimmy Burke handtekinn af lögreglunni í New York fyrir skjalafals. Í yfirheyrslu herbergi lögreglunar í Queens situr Burke á hörðum trésstól og horfði tómu augnaráði á rannsóknarlögreglumanni fyrir framan sig. Handjárnin skárust inn í úliðin ánum en hann lét á engu bera. Burke vissi að þetta augnablik myndi marka skil í lífi hans. Hann stóð á krossgötum, önnur leiðin lá út í frelsið en hinn lá beint í fangelsi. Hann getur spilað, hann getur kjaftað og tvélaða sína og væri bara sleppt samdægurs. En ef ekki mun hann þurfa að setja inn. Málið snerist fölsun og fjársvik. Burke hafi verið handtekinn fyrir að koma fölsuðum tékkum í umferð í banka í Ozone Park hverfinu. Upphæðin var ekki smáaurar eða $3,000 sem var stórfé á þessum tíma. Lögreglan vissi mætavel að unglingur eins og Jimmy Burke var ekki heilinn á bak við svona umfangsmikið svindl. Þeir vissu að hann var að vinna fyrir Sersani og Colombo fjölskylduna. Yfirheyrslu aðferðir lögreglunnar í New York árið 1949 voru ekki á pari við það sem við þekkjum í dag. Þeir börðu hinn unga Burke eins og harðfisk til að reyna að fá hann til að segja það sem hann vildi en þetta er ekkert nýtt fyrir Burke. Löggan gat ekki gert neitt við hann sem hefði ekki áður verið gert. Þannig að Burke bara tók þessu, neitar að gefa upp nafn samstarfsmanna sinna. Það kom aldrei til greina í hans huga að svíkja Sersani og mafíufélaga sína. Í þeim heimi sem Burke vildi tilheyra, heimi skipulagðra glæpa, var ekkert verra en rottur eða menn sem kjafti í lögguna. Ef hann myndi svíkja Colombo fjölskylduna myndi hann kannski sleppa við fangelsið akkurat núna en ferill hans í undirheimunum væri ónýtur og líklegast líf hans líka. Dómurinn fellur hana skömmu seinna, 5 ára fangelsi fyrir skjalafals. Þegar járnurinn skullu aftur á eftir honum í óborun fangelsi bjóst Jimmy við erfiðum tíma. Fangelsi eru grimmistaðir, sérstaklega fyrir unga menn, en það sem hann vissi ekki var að fréttirnar af þögn hans höfðu borist út fyrir múrana. Þegar Burke mætti í matsalinn fyrsta daginn í fangelsinu tók hann eftir því að aðrir fangar tengdir mafíunni kinkuðu kolli til hans. Hann naut verndar. Colombo fjölskyldan hafði sent skilaboð til samherja sinna innan veggja fangelsins og passuðu upp á strákinn. Þannig að enginn þorði að abbast upp á hann og enda líka var það ekkert eitthvað auðvelt að abbast upp á svona lurk. Ítalinn passuðu upp á hann og hann er ég er þarna orðin bara, hann er orðin svo hálfgerður svona ættleiddur Ítali og en það er einmitt þessi atburður sem var til þess að Burke fékk gælunafn sem fylgdi honum nokkuð lengi en Sersani kallaði hann The Irish Guinea eða írska Guinea, en orðið Guinea er oft notað niðrandi Ítala en í þessu samhengi var það merki virðingu. Það þýddi að þótt að Jimmy Burke væri af írskum ættum var hann talinn einn af þeim heiðursfélagi ítölsku mafíunnar sem hann svo sannarlega var. Þessi 5 ár í fangelsi voru háskólanám Jimmys í glæpum. Hann lærði að þögn er öflugast á vopnið og hollust að borga sig. Þegar hann losnaði út var hann ekki lengur bara einhver unglingur frá götunni. Hann var glæpamaður sem naut virðingar stórkallana, maður sem hægt að treysta á þeirra mikil á við. Ákvörðun í yfirheyrslu herberginu árið 1949 mótaði því allan hans feril og gerði hann að einum valdamesta glæpamanni New York borgar áratugina eftir. Ég mun tala töluvert kvikmyndina Goodfellas í þessu samhengi en í myndinni er atriði þar sem ungur Henry Hill lendir í svipuðu atviki. Í myndinni er Hill handtekinn fyrir að selja ólöglega sígarettur án leyfis en heldur kjafti í yfirheyrslum og stendur sína plikt. Það atvik átti hins vegar aldrei stað. Það sem Hill gerði í gegnum eftir hann var uppljóstrari að hann eignaði sér töluvert af þessum sönnu sögum í tengslum við aðra glæpamenn en atriðið í Goodfellas er innblásið af þessu máli Burkes. Þetta er eitthvað sem Hill gerði mikið, bæði þegar hann var að ræða við Nicholas Pileggi, höfund bókarinnar Wise Guy sem Goodfellas er byggð á
og í samtölum sínum við Martin Scorsese leikstjóra Goodfellas. Þannig að ef þið hefði séð Goodfellas þá bara vil ég ítreka að Henry Hill var ekki svo með spaði og myndin lét hann líta út fyrir að vera, bara alls ekki. Burke losnar úr fangelsi í kringum 1954, búinn að bæta á sig nokkru kílóum af vöðvum og kom með sambönd í Luke Casey fjölskyldunni í gegnum samfanga sína. Upp frá þessu þá starfaði Burke sem associate eða samstarfsmaður fjölskyldunar og heyrði undir Paul Vario sem var sem sagt capo regime eða kafteinn í Luke Casey fjölskyldunni. Burke og Vario urðu mjög góðir vinir, ferðuðust saman og fjölskyldur þeirra urðu nánar. Burke var snillingur í að búa til peninga, hvort sem það var með ránum, veðmálum eða vörubílaránum og Vario sá til þess að Burke nýtti verndar mafíuna svo lengi sem Vario fekk sín skerfa af hagnaðinum. Burke hjónin höfðu auðvitað áhyggjur af syni sínum og vildu að hann yrði heiðvirður borgari. Þau reddu honum vinnu í byggingariðnaði sem Jimmy Burke þiggur raun og veru eingöngu þeirra vegna. Þrátt fyrir að vera duglegasti maðurinn á svæðinu segir Burke upp eftir nokkra mánuði. 9 mafíuvinir hans tóku upp allan hans tíma. Þrátt fyrir þetta var samband hans gott við Burke hjónin og hann sá til þess að þau lifðu góðu lífi alveg þar til þau dóu. Á þessum tíma er Jimmy Burke 23 ára gamall, fyrrum fangi, stór og mikil vexti, með risavaxna vöðva, stælta handleggi sem voru þaktir húðflúrum. Bara þessi klassíska típa sem þú vilt ekki hitta í dimmu húsasundi. Henry Hill, hann lýsir honum ágætlega í bókinni Vice eftir Nicholas Pileggi. Hill talar að það var sláandi hvað persónuleiki hans var tvískiptur. Hill segir að Burke hafi verið þekktur fyrir að vera einstaklega kurteis og heillandi. Hann gat verið algjör herramaður, gefið fólki peninga og látið öllum líða vel, hrókur alls fagnaðar, en svo gat hann snúið sér á einu augabragði. Á einni sekúndu fór hann frá því að vera sjarmerandi vinur í að vera bandbrjála villidýr. Það var engin fyrirvari. Hill segir að Burke hafi litið út eins og bardagamaður, stórar sterkar hendur og nefið á honum var brotið sem gaf honum svona hættulegt útlit, svona dökkur allur og stór. Hill sagði að það kom til átaka þá var Burke ekki maður sem beið eftir að sjá hvað gerðist. Hann vildi eiga fyrsta höggið. Hill lýsti því hvernig Burke fer ekki eftir neinu reglum þegar kemur á slagsmálum. Hann notar öll skítabröðin í bókinni. Hann frægur fyrir að grípa í bindi af mönnum og negla hökunni á þeim beint ofan í borðið áður en að viðkomandi gat átta sig á því að þau væri að fara að slást. Þótt Burke hafi eingöngu verið dæmdur fyrir 1 morð segir sagan hafi hann persónulega kyrt að minnsta kosti 2 menn á þennan hátt sem sagt með eigin bindi. Fyrir Burke var þetta aldrei bara einhver unglingaleg slagsmál á bar, þetta snerist líf og dauða og hann hegðaði sér eftir því. Við þekkjum hann sem Paul í Cicero og kvikmyndinni Goodfellas, en í raunveruleikanum hét hann Paul Vario. Engin venjulegur glæpamaður, kafteinn í Luke Casey fjölskyldunni, mjög áhrifamikill og voldugur mafíósi sem starfaði út frá Ozone Park í Queens í New York. Vario var á gamla skólanum, fæddur 1914 í New York. Hann neitaði algjörlega að tala í síma vegna þess að hann var dauðhræddur við hleranir lögreglunnar. Ef þú vildir tala við Paul Vario þá þurftir að mæta til hans annaðhvort á leigubílastöðina sem hann rak eða pítsustæðin. Hann vissi að tæknin gæti orðið honum á falli og var skíthræddur við síma. Hann byggði veldi sitt með að vera ósýnilegur en samt alltaf til staðar. Hann stjórnaði ekki bara ræningjum og morðingjum, hann hafði lögreglumenn og dómara á sínum snærum. Það segir sína sögu að hann stjórnaði flugvellinum á JFK nánast eins og sín eigin fyrirtæki. Ekkert fór þar í gegn á þess að Vario fengi sín skerf. Sögulega séð þá hefur JFK flugvellu verið á áhrifasvæði Luke Casey og Gambino fjölskyldunar. Þessar tvær fjölskyldur höfðu einkaleyfi innan svega að stela þeim. Það var það sem gerði Lufthansa-ránið mögulegt árið 1978. Þótt hann hafði ekki framið ránið sjálfur þurfti Jimmy Burke og hinir að fá leyfi hjá honum. En það var eitt sem Vario þoldi ekki, það var fíkniefni. Hann bannaði mönnum sínum stranglega að selja eiturlyf. Hann vissi að dómarnir fyrir fíkniefnasölu voru svo þungir að menn myndu frekar kjósa kjaft í lögguna en að sitja inni í mjög langan tíma. Það var kaldhæðnislegt að það var einmitt þetta bann sem varð honum að falli en Henry Hill byrjaði að selja kókaín á bak við Vario og þegar hann var handtekinn fyrir eiturlyfsölu þorði hann ekki annað en að gerast upplaustari en nánar á því seinna. Í kringum 1960 kynnist Burke konu að nafni Mickey. Þau kynntust í Queens í upphafi 7. áratugarins
og þá var Jimmy Burke hálfgerð rockstjarna. Hann var kallað Jimmy the Gent eða herramaður af ástæðu. Hann var alltaf í fínum jakkafötum, gaf rausnarlegt þjóðfé og kom fram við konur eins og drottningar. Þau borðuðu á bestu veitingastöðunum, fóru fram hjá öllum röðum og allir vildu allt fyrir þau gera. Mickey átti fyrrverandi kærasta sem vildi ekki sætta sig við að sambandinu væri lokið. Hann var víst þrálátur, hringdi stöðugt og áreitti hana jafnvel eftir að hún byrjaði með Burke sem ekki góð mynd. Burke heimsækir þennan fyrrum kærasta löðrungar hann og skipar hún láta Mickey í friði. Áreiti hættir einhver tíma en svo byrjar aftur. Við erum að tala um símhringingar og bréfaskriftir og hann er að keyra fram hjá húsin hennar og eitthvað svona. 1962 giftaði sig og á brúðkaupsdeginum segir vinur Burkes að vonandi mætir ekki fyrrum kærastinn og reynir að skemma daginn fyrir hjónunum. Þetta sat í Burke og hann ákveður að hann bara verði að drepa hann. Fyrir Burke snerist þetta ekki bara um að vernda konuna sína, þetta snerist um eignarrétt og virðingu. Enginn mátti snerta eða trufla það sem tilheyrði honum. Lausn Burke endanleg og hrottaleg. Samkvæmt frásögnum Henry Hill þá tók Jimmy Burke málin í sínar hendur á mjög bókstaflegan hátt. Hann fann manninn og myrti hann í keðjusög. Já, gott fólk, keðjusög. Það hljómar eins og einhverri hryllingsmynd en ekki raunveruleikanum. Það var ekki nóg að drepa hann. Burke vildi láta líkið hverfa svo algjörlega enginn myndi nokkurn tímann finna það. Hann sagaði þennan kviðmá sinn í sundur meðan hann var ennþá lifandi og dreifði líkamshlutunum alla borg. Burke sagaði líkið niður í smáa bita til að auðvelda förgun þess og það fannst aldrei. Það sem er mest óhugnanlegt við þessa sögu er ekki bara verknaðurinn sjálfur, heldur hugafarið á bak við hann. Þetta var gert af köldu blóði. Hann var nýgiftur, átti að vera í skýjunum af hamingju en samt gat hann framið svona verknað án þess að blikna. Hvort það hefði gerst með þess að bara í sömu viku hann gifti sig eða eitthvað. Þetta var eitthvað svona þau átti að vera með hugan við kannski eitthvað annað. En fyrirverandi kærastinn, hann hverfur bara yfirborði jarðar eins og hann hafði aldrei verið til. Fyrir Mickey á vandamál leyst en hann vissi líklegast aldrei smáatriðin eða kaus að vita það ekki. Annar fyrirverandi kærasti Mickey var lögreglumaður og hún þekkti götunar og vissi alveg hvernig hlutinni gengu fyrir sig í New York. Hún vissi sennilega að peningar hans Burke kom ekki frá venjulegri dagvinnu. Hann kom heim með fúlgurfjár, dýra skartgripi og loðkápur. En reglan í þessum heimi var skýr, þú spyrði ekki spurninga. Svo lengi sem hann var góður við hann og börnin og hélt vinnunni utan við húsið þá lokaði hann augunum. Mickey var samt sterkur karakter. Hún lét Jimmy Burke ekki vaða yfir sig inn á heimilinu. Það sagt að hún hafi verið svo eina sem Jimmy Burke bar raunverulega virðingu fyrir. Þarftur fjöldan allan á hjákonum þá eru flestir sammála því að þau hafi elskað hvort annað eða Burke elskaði hann alla á þann hátt sem hann gat elskað eitthvað, skilurðu. Frú Burke, hún stjórnaði heimilinu og herra Burke stjórnaði götunni. Þannig var verkskiptingin. Þetta er kaldhæðnislegt. Maður sem gat myrt jafnvel vini sína á þess að blikna, kom svo heim á kvöldin, settist niður með fjölskyldu sínu og borðaði kvöldmatinn svo ekkert hefði í skorist. Fyrir Jimmy var Mickey og fjölskyldulífið heilagt svæði, aðskilið frá vinnunni. Með því að gifta sig 1962 rétt áður en ferill hans var sem ofbeldisfyllstu bjóandi skjól fyrir sjálfan sig. Mickey var vitni af góða manninum í honum sem gerði honum kleift að réttlæta hitt fyrir sjálfum sér. Ég myndi segja að þetta samband sýnir ágætlega að fólk sjaldnast svarthvít. Hún hefur líklega séð herramanninn en ekki skrímsli sem flestir aðrir sáu. Þetta sýnir líka að jafnvel skrímsli þurfa ást eða allavega þurfa þau eitthvað til að staðfesta að þau séu mennsk. Glæpamenn eins og annað fólk eignast fjölskyldur og eftir því sem ég best veit eignuðust Burke hjónin 3 börn, 2 strák og 1 stelpu. Ég hef ekki fengið að staðfesta hvort að það hafi komið fleiri börn en þessara 3 getið í mínum heimildum allavega. Það er eitt að lesa Lufthansa-ránið og öll morðin en það er annað að hugsa til þess að þessi maður var faðir, hann átti börn sem ólust upp í þessu umhverfi. Hvernig allir heimilislífið hefði verið hjá þeim, það hefur alltaf verið óvenjulegt muni ég bara ætla ég að gefa mér. En hann eignast synina Frank James og Jesse James og dótturina Catherine. Takk eftir nöfnunum á strákunum. Hann nefnir þá eftir fræga útlaganum Jesse James og bróður hans Frank. Það segir ykkur strax að Jimmy Burke leit ekki á sig sem einfaldan glæpon heldur sem eins konar þjóðsagna persónu eða útlaga.
Frank James Burke var sá sem líktist föður sínu mest en það var honum líka fallið. Frank var villtur og stjórnlaus. Jimmy reyndi að kenna honum að vera alvöru gangster en ekki bara enn einn göturottan en Frank skorti agann sem faðir hans hafði. Hann var djúpt sokkinn í fíkniefnaneyslu og hegðaði sér oft illa. Hann var bara bulli, hann var að bullía fólk og svona í skjóli föðursins, bara með yfirgang og hroka. Reyndi eiturlyfjasala og borgaði ekki mönnum og allt svona. Og það kaldhæðnislegt að Jimmy sem var einn óttalegasti maður New York-borgar gat ekki stjórnað eigin syni. Það nú oft þannig. Og árið 1987 var Frank myrtur af fíkniefnasala sem Tito Ortiz. Þótt hann hafi ekki sýnt það, þá var það mikið áfall fyrir Jimmy sem satt á í fangelsi. Sá sem hafi myrt svo marga gat ekki verndað sinn eigin son. Ortiz þessi var rakarinn hans John Goris, seldi smá dóp á samt því að klippa hár og var góður vinur Franks að hann myrta hann. Þetta gerist allt í einhverju kókaín rugli, einhverju partí. En fljótlega eftir morðið koma 2 menn á hárgreiðslustofuna sem Ortiz átti og skutu hann bókstaflega í sundur með vélbyssum. Þráttur að á bak við lás og slá hafði Jimmy Burke ennþá völd í undirheimunum. Hinn bróðurinn Jesse James var ekki eins harður á Frank. Hann glímdi við stam og átti erfitt með að tjá sig. Í stað þess að sýna þolið með að var Jimmy oft harður við hann gerði grín af honum og pressaði hann að vera karlmannlegri. Eftir því sem ég best veit var Jesse ekki viðlóðandi í glæpaheiminn. Hann að minnsta kosti ennþá lifandi í dag og þótt ekki lögfræðingur eitthvað, þannig hann nú ekkert einhver algjör halvviti. En dóttirin Catherine svolítið skemmtileg típa. Hún með orðspor á sig sem algjört hörkudól. Það frægt atvik þar sem hún sagði syni John Gotti, John Gotti Jr. til syndan og komst upp með það. Hún þekki göturnar inn og út og inn og þekkir þessar hefðir sem gilda í þessum heimi. Hún giftist Antoni Indelicato sem meðlimur í Bonanno fjölskyldunni. Ef þið séð Donnie Brasco þá kemur Antonio Indelicato tölur til sögu. Hann sonur Sonny Redd Indelicato sem var myrtur ásamt 2 öðrum Bonanno kaftinum í innanbúðarátökum. Antoni Indelicato var frægur fyrir þátt sinn í morðinu á Carmen Galante, foringja Bonanno fjölskyldunnar sem var framið miðjan dag á ítölsku veitingastað. Þetta eitt frægasta mafíumorð allra tíma og ódauðleg mynd af Carmen Galante þegar hann liggur dauður með vindil í kjaftinum, algjör old school töffari. En þetta var eins og í gamla daga þegar konungsfjölskyldur giftu börnum sínum til að mynda bandalög. Jimmy var mjög ánægður með ráðahaginn því það styrkti tengslanum í ítölsku mafíuna en hjónabandi var stormasaft og lita af réttarhöldum og fangelsisdómum. Catherine ólst upp við að sjá lögregluna brjóta upp hurðina heima á sér og sjá pabba sinn handtekinn. Það var hennar eðlilega líf, þannig að hún nær sér í mann sem var í raun ótrúlega svipaður pabba sinn. Ég held að Burke hafi elskað börn sín á sinn brenglaða hátt en lífstíll hans eyðilagði þau, það er ekki spurning. Hann vildi búa til ættarveldi eins og útlaganir í gamla vesturinn en skildi bara eftir sér slóða harmleikum. Frank deyr ungur, Jesse virðist að hafa ein taugarúfa og Catherine föst í hringrás glæpa. Maðurinn hennar meira og minna búinn að vera bara í fangelsi undanfarin 50 ár. Ég held að sé reynda laus núna og er vissulega þungavigta maður í Bonanno fjölskyldunni. En mér finnst einkennilegt hvað faðir vill þetta líf fyrir börnin sín en hann hefur örugglega gert þetta brot frá sínum eigin viðmiðum og gildum sem við hinn skiljum eðlilega ekki. Þetta lítur út eins og venjulegur svolítið sjúskað bar en þetta Robert's Lounge í Queens. Þetta var heila helvíta jörðu. Jimmy Burke átti staðinn, hann var ókrýndur konungur þessa svæðis. Hann notar Robert's Lounge sem bækistöð. Þar voru ránskipulögð, þýfi selt og eins og söguna segja lík grafin í kjallaranum. Það voru fullt af glæpamönnum hana í New York sem unnu með eða fyrir Jimmy Burke en grunninn voru það 3 glæpamenn sem Burke treysti á. Henry Hill, Thomas DeSimone og Angelo Seppi. Hill var eiginlega lærlingurinn hans Jimmy, hann var af írsku bergi brotni eins og Jimmy og leiti upp til hans eins og föður. Hill var sá sem að redda hlutunum, hann var sjarmerandi og
kunna talaði fólk en gallinn hans var, og alveg þangað til hann dó, var alltaf áfengi og eiturlyf. Hann var óttalega fíkill. Svo er það Tommy DeSimone. Hann var allt öðruvísi. Hann var kallaður Two Gun Tommy, enda þekktur fyrir að vera algjörlega óútreiknanlegur og ofbeldishneiður. Hann vildi ekkert frekar en að verða made man, og hann var af hreinum ítölskum ættum, ólíkt Burke og Hill. Hann framdi morð af minnsta tilefni, oft bara til þess að sanna sig fyrir Burke eða vegna þess að einhver móðgaðan. Jimmy Burke elskaði hann eins og svona, en jafnvel hann átti erfitt með að stjórna skapinu í DeSimone. Angelo Seppe, hann er dularfullur náungi. Það er ekkert vitað neitt mjög mikið hann, en hann var svo sannarlega hluti af þessum innsta ring, sérstaklega þegar að koma stærri verkefnum. Hann var ungur, metnaðargjarn og alveg jafn kaldur og hinir. Hann spilaði lykilhlutverk í Lufthansa-ráninu sem var stærsta afrek þess hóps. Seppe var þekktur fyrir að vera dálítið sérvitur og mikil dýravinur og svona, en hann hikaði ekki við að beita ofbeldi þegar Jimmy skipaði honum. Í heimi Roberts Lands var hann tryggur hermaður. Margir kvikmyndaáhugamenn kannast við setninguna "As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster." Þessi setning úr Goodfellas, og það er Henry Hill sjálfur sem mælir. Goodfellas er byggð á bókinni Wise Guys sem kom út árið 1985, 5 árum áður en að myndin var frumsýnd. Hill sjálfur vann náið með höfundinum, Nicholas Pileggi, og handritið er vissulega byggt á sannsögulegum atburðum og alveg rúmlega það, en það er margt sem stenst ekki, og Hill í raun og veru eignaði sér ýmislegt sem aðrir gerðu. Til dæmis var samband Hills og Paul Wario ekki nærri því eins náið og myndin sýnir. Það eru líka önnur atvik sem hann yfirfærir á sína eigin reynslu, en ég meina, Goodfellas á ekki að vera einn heimildamynd, og maður ætti ekki að ætlast til þess að hún sé sett upp sem sagfræðilegur atburður. Henry Hill ólst ekki upp í kringum alla þessa mafjósa. Hann er til dæmis 20 og eitthvað þegar hann kynnist Jimmy Burke, en ekki unglingur eins og í myndinni. Hill er fæddur 1943 og elst upp í Brooklyn. Pappa hans var írskur og mamma hans ítölsk. Vegna þess að faðir hans var íri gat Henry aldrei orðið made man eða fullgildur meðlimur í Cosa Nostra. Það er mismunandi eftir fjölskyldum, en á þessum tíma þurftur að vera 100% ítalskur í báðar ættir. Í dag er það stundum nóg að pabbi eins ítalskur. En Henry gat svo sannarlega unnið fyrir mafíuna, grætt peninga fyrir þá og framið glæpi með þeim, en hann naut aldrei sömu verndar og hinir. Hann var alltaf associate en aldrei made member. Þú getur alveg verið myrtur fyrir afglöp þótt þú sért fullgildur mafíósi, en öllu jafna er frekar staðið með innvígðum meðlimum heldur en associates. Það eru samt undantekningar á þeirri reglu vissulega, en þú verður aldrei, þú stendur alltaf pínu höllufæti gagnvart innvígðum meðlimum. Lífið á Hill var fullt af peningum, veislum og valdi, en niðri kraumaði stöður ótti. Hill vinnu fyrir samtök sem gefa honum vernd, en þau krefjast líka mikils, og ef þú stendur ekki undir væntingum þá geta hlutinni verið fljótir að breytast. Vendipunkturinn var þegar Hill fór að selja fíkniefni. Paul Wario hafði bannað það stranglega. Wario vissi að fíkniefnasala myndi draga sér athygli alríkislögreglunnar og þunga fangelsisdóma. Guðfaðir Lucchesi fjölskyldunar Carmine Mr. Grips Tramonti var dæmdur fyrir fíkniefnainnflutning í kringum 1974, og nýr guðfaðir Antonio Tony Dogs Corallo gerði kapteinunum sínum það alveg skýrt að hann myndi gera þá persónulega ábyrga fyrir því ef einhver af þeirra undirmönnum er negldur fyrir eiturlega tengd brot. Þannig að Paul Wario sjálfur getur alveg lent í því að vera myrtur ef einhver af hans undirmönnum skít í heyið. En hvort Cosa Nostra yfirstjórnin hefði meint þetta er annað mál. Vissulega hafa fjölskylduna 5 frá New York verið mistengdar eiturlega sölu, en þær hafa allar verið með á einhverju tímapunkti puttana í þessum bransa. En allavega, Henry, hann er gráður og varð sjálfur háður efnunum sem hann seldi. Þegar hann er handtekinn árið 1980 fyrir fíkniefnasölu vissi hann að hann væri dauðans maður og gerðist í kjölfari vitni fyrir ákæruvaldið. Tommy DeSimone er maðurinn sem var innblásturinn af persónu Tommy DeVito í kvikmyndinni Goodfellas sem Joe Pesci lék svo skemmtilega.
Við mafíunördarnir þekkjum flest þessar persónur sem Joe Pesci lék. DeSimone var hins vegar hávaxinn og stæðilegur, ólíkt smávaxna leikaranum í bíómyndinni. Eins góður leikari og Pesci þá er það pínu fyndið. Hann hafi verið látinn leika náunga sem var einhverjum 20-25 cm stærri og næstum helmingi þyngri en allt er gott sem enda vel og Pesci var svo sannarlega rosalegur í þessu hlutverki að þrætir engi fyrir það. Það sem margir vita ekki er að Tommy DeSimone bar þunga byrði frá unga aldri. Hann kom af mikilli mafía. DeSimone fjölskyldan var með sterka tengingu inn í Cosa Nostra. Stór hluti af ættinni bjó í Los Angeles og voru hluti af Dragna fjölskyldunni. Bróðir hans, Anthony DeSimone, hafði gert það versta sem hægt var að gera í þessum heimi. Hann gerðist uppljóstrari og færði þannig mikla skömm yfir fjölskylduna. Í heimi mafíunnar er þögnin eða ómerta heilög, að rjúfa hana er dauðasynd. Antonio hafði unnið með yfirvöldum og þá var litið á það sem svik við allt samfélagið. Fyrir Tommy sem var ungur og metnaðargjarn var þetta skelfilegt. Hann ólst upp vitandi að fólk liti á nafni hans með tortryggni. Hann var bróðir svikarans. Einhverjir myndi segja að þetta skapa hjá honum ofurþörf til að sanna sig. Hann þurfti að vera harðari, grimmari og tryggari en allir hinnir til að þurrka út skömmina. Hann vildi sýna Burke, Lucchese í fjölskyldunni og sérstaklega Paul Wario að hann væri 100% traustur ólíkt bróður sínum. Tommy DeSimone gekk alltaf skrefinu lengra. Ef honum var sagt að hræða eitthvað þá barði hann viðkomandi til óbóta. Ef honum var sagt að drepa gerði hann það hiklaust. Hann ætlaði sér á toppinn alveg sama hvað. Hann var frægur fyrir ofbeldi gegn konum. Hann nauðgaði konum. Hann nauðgaði eiginkonum manna sem skuldu honum pening og eitthvað sem er algjört no í Cosa Nostra. Þannig þetta er sannkallaður viðbjóður þessi maður og endanum er það einmitt grimmin og þessi ofur viðleitni til að sanna sig sem verður hann á falli. Hann drepur mafíumenn sem hann mátti ekki snerta en að drepa fullgilda meðlim án leyfis frá yfirmönnum er dauðadómur. Það skiptir engum máli hvað það er. En við munum koma aðeins betur inn í það seinna. Þannig segja má að Tommy DeSimone hafi eytt allri ævinni að reyna að vera andstæðan við bróður sinn, að vera ímynd tryggðarinnar en endaði svo á því að vera svikinn af þeim sem að reyndi mest að þóknast. Menn er ekki alveg sammála hvernig endalok DeSimone bar að og það er alveg nokkrar kenningar það. Sagan af Angelo Seppe er saga græðgi og svik. Hann var ungur metnaðargjarn og oft á tíðum stjórnlaus meðlimur í Lucchese glæpafjölskyldunni. Hann hafi verið einn af lykilmönnum í Lufthansa-ráninu 78 þar sem ræningjarnir komust undan með $milljónir. Seppe var þekktur fyrir að sá sem öskraði á starfsmenn og hélt þeim í skefjum meðan að ránið átti sér stað. Hann var fyrst náinn samstarfsmaður Tony Mirra. Mirra er hálfgoðsannakenndur mafíósi úr Bonanno-fjölskyldunni. Mirra þessi átti meðal hans kærustu sem á þessum tíma var ungu efni leikona að nafni Goldie Hawn. Við kannumst mörg hver við hana. Það er Mirra sem kynnir Seppe fyrir Jimmy Burke og leyfir honum í raun að eiga hann eða fara yfir til Lucchese manna. Það er regla þegar þú ert associate í einhverju ákveðnu fjölskyldu þá þurfa aðrir að biðja leyfi hjá viðkomandi mafjósa sem ábyrgist hann en að ábyrgjast eitthvað sem associate er stórmál og mafjósar hafa verið myrtir fyrir að hleypa uppljóstara inn í fjölskylduna. Frægasta slíka máli er líklegast þegar FBI-manninum Joe Pistone var gerður associate í Bonanno fjölskyldunni. Við höfum séð bíómyndir hvernig associate eru kynntir. Ef þú ert kynntur fyrir öðrum mafíósa sem a friend of mine þá ertu associate en a friend of ours þá erum við að tala innvíðan mafjósa. Í eftirmála Lufthansa-ránsins þá voru margir sem tengdust ráninu myrtir innan örfára mánaða. Stack Edwards, Marty Krugman, Tommy DeSimone og fleiri þeir hurfu allir en Seppe lifði í ykkur 6 ár eftir ránið en það var bara vegna þess að hann var heppinn eða óheppinn eftir því sem á það er litið. Hann lendir í fangelsi fyrir annað mál stutt eftir ránið. Fangelsi er öruggasta skjólið hans að meðan Jimmy Burke heilinn á bak við ránið var að hreinsa til úti á götunni þá satt Seppe inn í fangelsi og beið. Seppe losnaði úr fangelsi sumarið 84. Hann hélt að hreinsunni væri lokið. Hann taldi sig eiga inn í stóra fúlga peningum hjá Jimmy Burke sinn hluta á ránsfengnum en Burke sem var sjálfur komin í fangelsi þá á þessum tíma stjórnaði samt vissulega miklu en hann hafði engan á að borga. Burke óttaðist að Seppe myndi tala af sér eða vera of ábyrgandi.
Seppi hafði flutt inn í litla íbúð í Bensonhurst hverfinu í Brooklyn sem svona frægt mafíuhverfi. Hann bjó þar ásamt kærustunni sinni Joannu Lombardo sem var aðeins 19 ára gömul. Seppi hann að lifa hátt, gekk með dýra skartgripi og fann að ræna eitulyfjasala til að fjármagna lífstílinn. Þetta gerði hann á skotmark, ekki bara fyrir lögguna heldur líka fyrir sína eigin vini. Morguninn 18. júlí 1984 hringir dyrabjallinn á Seppi. Hann enn í náttúrunum. Það var engin merki innbrot sem þýðir að hann hlýtur að hafa þekkt hann sem bankaði og hleypur honum inn. Í þessum heimi drepur þú sjaldnast óvin, það er yfirleitt vinur sem mætir með bros á vör. Seppi opnar dyrnar og bara hleypir morðingjanum inn. Það sem gerist næst var aftaka. Morðinginn skaut Seppi margoft í höfuðið og brjóstið en grimmdin endaði ekki þar. Joanna kærasta hans var vitni að atburðinum og hún var einnig myrt til að skilja ekki eftir nein vitni. Íbúðin síðan rænd, peningum og skartgripum var stolið til að láta þetta líta út svo innbrot sem fór úrskeiðis en flestir í undirheimunum vissu betur. Seppi beið í 6 ár í fangelsi eftir milljónum sínum en fékk bara byssukúlu viku eftir hann losnaði. Kannski hefur þetta verið einhver að vinna fyrir Jimmy Burks sem sá til þess að enginn fengi að njóta peningana nema hann sjálfur. Einnig líklegt að einhver af þessum eitulyfjum sem hann rændi hafi hent sín. Í Goodfellas og öðrum mafíu bíómyndum virkar þetta voða spennandi en raunveruleikinn sá að Angelo Seppi endaði ævina á gólfinu í ódýrri íbúð í Brooklyn, svikinn af þeim sem hann treysti. Það er engin heiður í þessu mafíulífi, svo mikið er víst og dauði Seppi er bara enn ein klisjan í þessum heimi. Þú ert svikinn. Svik og ekki nema svik. Á 7. áratugnum hafði Lucchese ásamt Gambino fjölskyldunni breytt JFK flugvelli í sína eigin bankahvelfingu. Burke stjórnaði hópi manna sem sérhæfðu sig í að ræna þessum vörubílum sem komu frá flugvellinum. Margir af mönnunum sem rændu fyrir Burke skuldu honum pening en hann var einnig stór okur og veðlánari. Spilafíklar sem gátu ekki borgað var gefinn kostur að ræna fyrir hann og borga þannig tilbaka. Þrátt fyrir að vera vissulega mjög ofbeldissneiður vissi Burke alveg að það væri best að gera þetta án ofbeldis ef hægt væri. Að ræna vörubíl er eitt en að skilja eftir sig lík kallar bara athygli frá yfirvöldum. Ofta stoppaði Burke bílana eða lét menn sína gera það rétt fyrir utan flugvallarsvæðið. Án þess að nota grímu gekk Burke oft upp að þeim, bílstjórunum þar að segja, tók ökuskírteini úr veskinu þeirra og rétti þeim $50 seðil í staðinn, sem var töluverður peningur á þessum tíma. Þetta virkaði alltaf í 100% tilfella. Það var ekki einn vörubílstjóri sem mótmælti þessu eða bar kennsl á Burke fyrir lögreglunni. Burke þurfti ekki einu sinni byssu, orðspor eitt og sér dugði. Bílstjórinn vissu hver hann var, þeir vissu að hann tengdist Lucchese í glæpafjölskyldunni. Þeir vissu líka að þeir myndu meita mótspyrnu myndi það enda illa, svo þeir tóku peninginn, fengu sér kaffi og tilkynntu svo að bílinn stolinn löngu seinna þegar Burke og félagar voru farnir. Rændu rínur öll á milli himins og jarðar, hönnunar, fatnaður, raftæki, sígarettur, áfengi og jafnvel frosnar rækjur. Burke átti bar sem hét Robert Lounge og þar voru höfuðstöðvarnar. Þangað komu vörubílarnir og varningurinn var seldur beint út bakdyrnar eða dreift í aðra verslanir sem mafían stjórnaði. Robert Lounge var staðurinn þar sem allt gerðist, staður þar sem glæpamenn, lögreglumenn og venjulegi verkamenn blönduðust saman. Burke sat við barinn eins og kóngur í ríki sínu. Hann hafði byggt upp kerfið þar sem allir græddu nema auðvitað fyrirtæki sem áttu vöruna sem hann stal. Þessi rán gáfu honum það kapital sem Burke þurfti. Ránin gáfu honum fjármagn og völd til að skipuleggja stærri hluti. Allir tala Lufthansa ránið árið 78 sem stærsta afrek Burke en Air France ránið árið 1967 var í raun meistaraverkið hans. Það var eins og æfing fyrir stóra sviðið. Allt hófst þetta með innherja. Það er regla númer 1 í ræningjabók Burke að hafa eitthvað svona inside information. En Robert McMahon var starfsmaður Air France. Hann er í miklum fjárhagskröggum, skuldar Burke og fleirum peninga. Hann vissi að flugfélagið flutti reglulega mikið magn af bandarískum gjaldeyri frá herstöðum í Evrópu til New York. Peningarnir voru geymdir í sérstöku öryggisherbergi á JFK flugvellinum. Hill er á þessum tíma ungur og upprennandi glæpamaður.
McMahon lét Hill vita af sendingunni en það var eitt vandamál. Öryggisherbergið var læst með 2 lyklum sem þurfti að snúa samstundis en Burke var útsjónasamur. Hann lét McMahon stela lyklunum í smá stund eða fá að lána það svo hægt verið að búa til eftirlíkingar. Ungur efnilegur mafíósi sem seinna var innviðurinn í Lucchesi fjölskylduna að nafni Montag Montemurro tók þátt í ráninu. Montemurro þessi er nokkuð merkileg týpa. Hann klæddist svona látlausum ullarfatnaði og bar gleraugu sem gaf honum yfirbragð háskólaprófessors frekar en einstakling sem starfaði fyrir mafíuna. Montemurro var ekki einungis með sakleysilegt yfirbragð, hann þótti aldrei verið neitt mjög ókveikjandi en komst áfram á gáfum og reiknikunnáttu. Ásamt stærðfræðinördinu Montemurro voru þáttakendur í ráninu auðvitað Burke, DeSimone og Hill og McMahon. Föstudaginn 7. apríl fóru þeir Henry Hill, Tommy DeSimone og Montag Montemurro inn á flugvöllinn með tóma ferðatösku. Vegna þess að McMahon hafði gefið með upplýsingar vaktaskipti og öryggisgæslu gátu þeir einfaldlega gengið inn í vöruhúsið. Þeir voru í vinnufötum frá flugfélaginu til að falla í hópinn. Enginn stöðvaði þá og þeir opnuðu dyrnar með stolnum lyklunum, fylltu töskuna af peningabúntum og gengu út. Þetta tók enga stund. Enginn hleypti af skoti. Þeir keyrðu í burtu með $420,000. Núvirði erum við að tala kannski $34 milljónir þannig að þetta er gríðarlega há fjárhæð á þessum tíma, 67. Lögreglan grunaði hverjir hefðu líklegast staðið fyrir þessu en þeir gátu aldrei sanna neitt. Peningarnir voru órekjanlegir. Air France-ránið breytti öllu fyrir Burke. Velgengnin gerði hann djarfan, hann fór að trúa því að hann væri ósnertanlegur. Það var þetta mikla sjálfstraust sem leiddi hann svo út í Lufthansa-ránið áratug síðar. Í það skipti var allt miklu blóðugra. Air France-ránið var síðasta stóra verkið þar sem allt gekk upp án þess að líkhrúgan stækkaði. Meiri rómatík yfir Air France-ráninu. Já, aftur aðeins á Goodfellas, hún er bara svo góð, ég get ekki að tala hana. Það er eitt atriði sem er frægt í myndinni en það er að Billy Batts er myrtur eftir að hafa móðgað Tommy DeSimone. Aftur, þá er atburðarásin ekki alveg eins og myndin sýnir en eitt er ljóst, William Billy Batts var myrtur sumarið 1970 af Burke-hópnum. Það er það alveg hreinu. Þetta meikar ekki sens, af hverju ósköpunum myndu Jimmy Burke og Tommy DeSimone drepa Billy Batts. Þeir vita að hann er made man í Gambino og fjölskyldunni. Að drepa vígðan mafíósa án leyfis frá yfirmönnum er dauðadómur. Billy Batts, hann er nýkominn úr fangelsi eftir 6 ára dóm. Það var töffari, hár, stór, valdamikill og bara ósnertanlegur. Hann var góð vinur John Gotti og hann var svona hluti af þeim hópi. Virkilega ofbeldisfullum hópi. Þegar Batts gekk inn á Robert Lounge sá hann Tommy DeSimone sem var tölvöld yngri og í raun og veru bara óbreyttur glæpamaður eða svona fyrir neðan svona Batts og Batts hann mundi eftir Tommy frá því hann var strákur. Batts lætur DeSimone aðeins heyra það og auðvitað verður sá síðan enda ekki sáttur með það en ólíkt myndinni þá er staðreyndin sú að Batts var ekki myrtur þetta kvöld og ekki vegna þess að hann móðgaði DeSimone. Það sem hafði gerst áður en að Batts var í fangelsi var það að hann var með okurlánara starfsemi sem sagt lánar mönnum pening gegn himinháum vöxtum en þessi starfsemi hafði ekkert gengið neitt sérstaklega vel og sérstaklega og þar sem að Batts er stungið inn þá gat hann ekki rekið okurlánara starfsemina og Burke tekur við henni. Ég er ekki alveg með að hreinu hvernig framkvæmdin var en hann hefur líklegast keypt upp reksturinn eða eitthvað svoleiðis. En eins og honum einum í lagi þá náði Burke heldur betur að bæta starfsemina og náði að margfalda veltuna sem þýðir auðvitað töluvert meiri peningur upp píramídan bæði til Lucchesi manna náttúrulega og einnig Gambino fjölskylduna sem Batts tilheyrði. Allir ánægðir nema auðvitað Batts. Þegar Batts losnar á fangelsi vill hann fá reksturinn aftur en Burke er ekki á því. Það eru kenningar þarna úti að Gambino fjölskyldan hafi samþykkt morðið á Batts sem í raun siðlaust og gegn gildum Cosa Nostra en málið er bara það að á þessum tíma græddu Gambino menn svo miklu meiri peninga á þessu okurlánara fyrirkomulagi undir stjórn Burkes heldur en Batts.
og peningatala og 2 vikum eftir yfirrildi við DeSimone Bats á djamminu á bar sem Henry Hill rekur. Burke hafði fyrirskipað Hill að dæla áfengi í Bats þetta kvöld svo hann myndi verða blindfullur og geta þar af leiðandi veitt svona minni mótspyrnu. Þú veist, Bats þetta engin aukvisi, hann er ekkert ólíkur morðingum sínum. Þannig Bats orðinn vel blekaður og einn eftir með Hill þá koma þeir félaga Burke og DeSimone inn og ráðast á hann. Bats laminn, stunginn og skotinn áður en hann deyr. Líkið grafið út í sveit og vandamáli leyst. En ekki alveg kannski, en einhverjum mánuðum seinna þurfa þeir að færa líkið af Bats þar sem að byggingaframkvæmdir voru hafnar á lóðinni. Goodfellow kemur ákallinn á þetta. Billy Bats var kannski döður á grafinu en það þýðir ekki að þeir séu sloppnir bara alls ekki. John Gotti John Gotti brjálaður, hann fer út allan bæ og er að spurja menn hvort þið viti eitthvað Bats en hann getur náttúrulega ekkert sannað þótt hann hafi örugglega grunað að Burke og fleiri hafi haft eitthvað með málið að gera. Jimmy Burke og Dominic Ramos Sersani voru ekki bara samstarfsmenn, þeir voru nánir vinir. Það Sersani sem dregur Burke inn í hennan Cosa Nostra heim á sínum tíma. Þeir unnu saman í mörg ár við að ræna vörubíla, smyglu sígarettum, rændu sígarettum og seldu á svörtum markaði. Þetta var bara algjör gullnáma. Árið 1972 eru þeir búin að vera lengi vinir og samstarfsmenn. Burke hafði náttúrulega eins og ég talaði hann hefði setið inn í nokkrum árum áður án þess að vitna gegn Sersani og þegar sá síðar nefndi handtekinn byggust fáir við því en að Sersani sem þá var orðinn kaftinn í Colombo fjölskyldunni myndi brjóta á merta. Sersani var handtekinn fyrir eitt ránið og stóð frammi fyrir fangelsisvist en ákvað að vinna með lögreglunni og gefa upp Burke-hópinn. Þetta frekar skrítið alls saman því við erum ekki að tala mörg ár og mönnum þótti einkennilegt hve fljótur Sersani var að brotna. Fyrst og fremst lítur þetta illa út fyrir Colombo fjölskylduna að innvígja svona ræfil og hvað það að gera hann að kaftinn í gegnum tengsl sín hjá lögreglunni lætur Paul Warrior og Jimmy Burke vita að Sersani sé rotta og að Colombo fjölskyldan kvitti upp á morðið á honum. Burke bauð Sersani á fund á barnum sínum. Sersani mætti grunlausum að besti vinur hans hefði þegar skrifað undir dauðadóm hans. Burke lét kyrkja hann með píanóstrenginn á barnum. Það sem mest ógnarlegt hvað gerði við líkið. Burke gróf vin sinn undir gólfinu á barnum eða nánar tiltekið undir bocciavellinum sem var í bakgarðinum. Í hvert skipti sem Burke og félagar hans spiluðu kúluspil og skemmtu sér voru þeir bókstaflega að traðka á líkinu á manninu sem hafði hjálpað þeim að græða milljónir á sígarettur á honum. Burke átti það til að glotta og segja "Hi Remo, how you doing?" þegar hann steig út á völlinn. Hans allra nánustu föttuðu þetta brandarann. Menn eru samt ekki 100% sammála hvort Sersani hafi í raun rotta út Burke. Kannski kom þetta beint frá Colombo mönnum þannig að búa til einhverja atburðarás og láta Burke hreinsa upp skítið þeirra. Hver veit, annað eins hefur nú gerst. Það ekkert óalgengt að menn úr þessum heimi hafi logið upp á fólk að þeir séu rottur. Segjum til dæmis að mafjósinn Alphonse Gotti skuldi mafjósum Benito Capone pening. Í stað þess að borga býr skuldarinn til lygasögu sem verður til þess að lánveitandinn sé myrtur. Þetta ekkert óhugsandi, mér finnst og öðrum svona mafíuspekulanturum eitthvað bogi við þessa sögu. En Sersani, ef hann hafi gefið hann upp, þá ætti hinn síðarnefndi að vera sloppinn, þar sem eina vitnið gufaði. Haustið 72 lendir Burke heldur betur í vandræðum. Hann staddur ásamt Henry Hill í Tampa í Flórida til þess að rukka skuld fyrir verkalýðsleiðtoga með mafíutengsl að nafni Casey Rosado. Flestir verkalýðsleiðtogar þessum tíma voru menn á fótinn í skipulögum glæpum eða voru þannig að minnstakosti þurfti að vera samþykktir af mafíunni. Þetta hljómar alveg furðulega en þannig var það bara. En allavega, skuldarinn sem ræðir, Gaspar Giacchio, bareigandi hana í Tampa, hann komin í veruleg fjárhagsleg vandræði. Giacchio skuldaði stóra fjárhæðir vegna veðmála og hafi dregið lappina við að borga. Hann skuldaði bara út allan bæ. Fyrir menn eins og Burke og Hill sem voru vanir hörkunni í undirheimi New York virtist Giacchio vera lítið mál. Þeir voru fullir sjálfstraust, komu hana í flottum dýrum fötum sem auðvitað passa illa í hitanum.
Þeir eru með hennan, þannig eru þeir komin minna hroka, þeim finnst þeir vera ósnertanlegir. Og þegar þú ert einhvern veginn komin í þennan gír þá eru meiri líkur að þú gerir mistök. Þannig að Hill er svona, þú veist, Burke er pirraður og Hill sér það alveg og Hill segir við Burke, þú veist, þetta tekur enga stund, við hræðum hann aðeins og fáum peningana og fljúum svo heim í kvöld. En Burke er eitthvað pirraður, það er óni heitt í Tampa með við þennan árstíma og Burke er bara alls ekkert vanur svona á loftslagi. Ópirrað Jimmy Burke var þekktur fyrir að láta verkin tala frekar en munnin og en hvað þá ergilegur Jimmy Burke, þú veist, byttu fyrir þeirra. Þegar þeir fundu Chiakio var engin miskunn sín. Þeir beittu hann strax ofbeldi, börðu hann illa og hótuðu öll illa að myndi ekki reiða fram peningana strax. Fyrir þeim er þetta bara enn einn dagur í vinnunni, hefðbundin innheimta eins og tíðkast í Brooklyn. Sagan segir að þeir hafa farið með fórnarlamb í dýragarðinn og hótaði hendunum fyrir ljónin. Vissulega, ótrúleg saga en kannski ekki þegar kemur á Burke. En það var eitt smáatriði sem þeir höfðu yfirsést. Smáatriði sem átti eftir að kosta á dýrt. Þeir höfðu ekki kannað bakgrunn fórnarlambsins nægilega vel. Chiakio átti nefnilega systur sem var vitni að atburðarásinni, eða fékk að minnsta kosti veður af henni mjög fljótt. Hún var ekki venjulegur borgari sem hægt var að þagga niður í hótunum. Hún vann sem ritari hjá alríkislögreglunni eða FBI og í raun og veru bara var vinur fullt af háttsettum, eða vinkona fullt af háttsettum FBI fulltrúum, þannig hún var bara með heimanúmer þeirra bara á spítalskiði. Og líka það sem þeir fatt ekki að þeir hafi ekki svona sambönd þannig í Tampa, það er ekki þessi kúltúr, þú bara í þessum heimi þá hafður aldrei samband við lögregluna, það bara var ekki gert með þessu hinn almenni borgari gerði það ekki, það var bara bannað, þannig var bara hugafarið. En þeir eru þannig í Tampa og það gildi ekkert sömu reglur og gilda í Brooklyn eða Bronx eða Manhattan. Og þetta er ákveðið mistök sem svona reyndir glæpamenn eigi ekki að gera. Þeir þurfa svolítið að velja og hafna hvernig þeir taki í gegn. Og í New York þá eru þeir með ákveðið net, þeir eru með lögreglumenn á sínum snærum eða gátu múta sig út úr vandræðum. En í Flórida voru þeir bara, þeir eru á útivelli, þeir eru bak við óvinna línur. Þannig þegar systir Chiakio hringir í vinnuveitanda sína, þá fóru hjólin að snúast hratt. FBI hafði lengi haft augast á Burke og nú höfðu þeir upplagt tækifæri til að klófesta þá fjarri heima. Þannig FBI-menn, þeir fara bara á stjá, þeir hringi í New York, við erum með tvo menn, Burke og Hill, og þeir eru að handrukka sem sagt, bróðir ritara sem vinnur hjá okkur og FBI lögreglumennir í New York náttúrulega bara hoppa hæð sína í fullum herklæðum, þeir eru ekkert smá ánægðir, þetta er bara jólin komið snemma, þeir ætla bara að negla á það sem þeir gera, þannig að þeir eru handteknir mjög fljótlega og þessi handtaka kom þeim algjörlega í opna skjöldu. Þeir voru ákærðir fyrir fjárkún og líkamsárás. Réttarhöldin bara stutt og afdráttarlaus, þeir áttu aldrei neitt séns. Vitnisburður systurinnar og tengsl hennar við alríkislögreglan tryggðu að málið var tekið föstum tökum og fékk ákveðna svona flýtimeðferð. Dómarinn sýnir enga miskunn og Jimmy Burke og Henry Hill eru báðir dæmdir í 10 ára fangelsi. Ég trúi þess ekki, hvíslaði Hill að Burke þegar dómurinn var lesin upp. 10 ár fyrir að lemja einn náunga í Flórida. Þetta er mjög harður dómur. Burke svaraði engu en svipurinn sagði allt. Hann vissi að þeir hefðu gert sig seka hroka. Þeir hefðu vanmetið andstæðinginn og gleymt grundvallar reglu glæpaheimsins. Vita alltaf hverjum þú ert að abbast upp á. En fangelsisdómurinn markar ákveðin þáttaskil í líf þeirra beggja. Það var inn í fangelsinu sem Henry Hill myndar ný tengsl meðal annars við eiturlyfjasala sem síðar átti eftir að leiða hann út á enn hálari braut. Fyrir Jimmy Burke var þetta áminningum að jafnvel herramaðurinn var ekki hafinn yfir lög og reglu, sérstaklega ekki þegar FBI blandar sér í málið. Ferðin til Flórida sem átti að vera auðveld innheimta var það dýrkeyptri lexíu afleiðingar kæruleysis. Á myndinni vinstra megin þar er bareigandinn Gaspar Chiakio. Veit ekki alveg hvenær hún var tekin en allavega einhverjum árum eftir réttarhöldin. Á myndinni hægra megin má sjá 5 af 6 sakborningum gangin í dómshúsið í Hillsborough sýslu í Flórida. Frá vinstri sjáum við bræðurna Louis og Raúl Charbonnet ásamt Louis Lopez. Þessir
3 eru bareigendur frá Tampa með tengslin í skipulagða glæpastarfsemi og þetta er hópurinn sem Gaspar J.Q. skuldaði pening og voru með í þessu öllu saman þessu plotti. Og fremsta má sjá Henry Hill er næst fremstur og svo er Jimmy Burke fyrir aftanan. En 7. sakborningurinn Cosmo Casey Rosato, yfirmaður í Teamster verkalýðsfélaginu og Lucchese Associates, hann var ekki viðstaddur vegna veikinda, en Rosato lést 72, aðeins 43 ára gamall af náttúrulegum orsökum, þannig hann er mjög veikur, hann sleppur, en allir hinir eru dæmdir og Jimmy Burke og Henry Hill fá langþyngstu dómana. Þegar Burke og Hill gengu inn járnhlið Lewisburg fangelsisins var raunveruleikinn annar en flestir ímynda sér þegar talað fangelsisvist. Bandarísk fangelsi hafa ekkert eitthvað mjög gott orðspor á sér og Lewisburg þótti vera virkilega hart fangelsi. James Burke, sem þegar var goðsögn í undirheimunum, mætti ekki hrottaskapið eða einangrun í fangelsinu. Þessi stað blasti við honum heimur þar sem peningar og völd mafíunnar ríktu jafn innan veggja sem utan. Þeir Hill og Burke voru vistaðir á svokölluðum mafíugangi þar sem yfirmenn glæpasamtaka lifðu í ótrúlegu munaði miðað við aðra fanga. Fangaverðir fengu pening frá mafíunni sem var oft meira en mánaðarlaunin frá ríkinu. Mafían tryggir þeim peninga og verðirnir tryggðu á móti ákveðið frelsi innan múranna. Henry Hill, sem hafði alltaf verið útsjónasamur, nýtti tímann til að byggja upp nýtt tengslanet. Það var í Lewisburg þar sem hann kynntist mönnum frá Pittsburgh sem sáu stórtækan innflutning á fíkniefnum. Þótt Jimmy Burke væri maður á gamla skólanum og vildi fremur einbeita sér að ránum og fjárkúnum, sá Hill framtíðina í eiturlyfjasölu. Hill hóf að skipuleggja flókna flutninga á kókaín og heróíni beint innan úr fangelsinu, oft með hjálp spilltra fangavara sem smygluðu skilaboðum út. Það er svona kód hjá mafíósunum, þeir mega gera meira þeir eru í fangelsi. Það er til dæmis allt í lagi að selja eiturlyf í fangelsinu að þú ert í raun og veru það örvæntingafullur, en þegar þú ert komin út þá er þetta erfiðara, þá eru bossanir, dónanir almennt á móti því. En lífið í fangelsinu einkenndist af dýrum steikum, ítölsku víni og fínu tóbaki sem var smyglað inn daglega. Þeir héldu reglulega veislur þar sem skipulagt var hvernig hlutunum yrði háttað þegar þeir losnuðu. Jimmy Burke notaði tímann til að viðhalda tökum sínum á mönnunum út á götunni. Þótt hann væri læstur inni var hann enn einn óttalegasti maður New York borgar. Hann stýrði málum með að senda fyrirmæli gegnum gesti sína og lögfræðinga og enginn þorði að rísa upp gegn honum. Árið 76 losna Burke og Hill úr fangelsi og á skilorði næstu árin. Flestir glæpamenn þurfa að berjast fyrir því að ná aftur völdum eftir langa fangelsisvist, en færa má rök fyrir því að Burke hafi komið út úr fangelsinu jafnvel enn voldur en áður. Ljóst er að vistin hafi ekki endurhæft það. Hún hafi þvert á móti herta og stækkað tengslanet þeirra. Henry Hill var nú kominn á bólakaf í eiturlyfjaviðskipti sem áttu síðar eftir að leiða til Lufthansa-ránsins og lokum hruns þeirra beggja. Þrátt fyrir að þéna mikið, það var ótrúlega mjög mikið, þá er Burke spilasjúkur og eyðir $1,000 á hverju viku í veðlán. Burke er klár, en eins og allir vita þá vinnur húsið alltaf og til þess að standa undir þessu lífstíl þarf herramaðurinn að gefa í. Mafían býst áfram við sínum umslögum í hverju viku. Þeir gefa engan afslátt þótt að þú sért úrkynjaður spilafíkill. Þegar Jimmy Burke satt inn í Lewisburg fangelsinu kynntist hann manni að nafni Paul Massey. Massey var tengdur undirheimum Pittsburgh og var þekktur fyrir að vera klókur milliliður. Á mörgu leyti Massey, þetta er athyglisverður glæpamaður. Hann var eins og hálfgerður umboðsmaður glæpamanna. Massey tengdi saman hinn og þessu úr undirheimunum fyrir náttúrulega prósentu og þóttist vera nokkuð lunginn að sjá gróðatækifæri. Hann flutti mikið magn af fíkniefnum milli Flórída og Norðurríkjanna og Henry Hill, hann kaupir mikið á hann og þeir verða mjög nánir, Hill og Massey. Og það er innan fangelsismúranna sem Burke og Massey lögðu drögin að einu frægasta veðmálasvindli sögunnar. Þegar þeir losnuðu báðir úr fangelsi héldu þeir sambandi, en áætlunin snerist körfuboltalið Boston College
tímabilið 78-79. Matvei þekkti leikmanninn í liðinu sem heit Rick Kuhn. Kuhn var ekki stjarnaliðsins en hann spilaði nógu mikið til að geta haft áhrif. Hugmyndin var einföld en stórhættuleg að hagræða úrslitum leikja eða það sem er kallað point shaving. Kuhn fékk 2 aðra leikmenn liðsins til að spila með og gerast aðalar að svindlinu. Vinur og samstarfsaðili að nafni Martin Krugman hjálpar Burke að skipuleggja svindlið. Krugman þessi okur og velánari, nokkuð snjallgaur, hann þekkir íþróttaveðmál út og inn og nær að setja þetta upp eins vel og hugsast getur. Krugman var gyðingur af rússneskum ættum og associate Lucchese fjölskyldunar. Hann hafði lengi unnið með Burke og þeir grætt milljónir saman. Krugman rak hárkollu búð og hárgreiðslustofa fyrir kall í Queens og var frægur fyrir kollu auglýsingar sínar sem þóttu vera nokkuð fyndnar. Svindlið þetta snýst ekki endilega að tapa viljandi. Það er pínu erfitt að útskýra þetta en í veðmálum er oft gefin út ákveðin forgjöf eða stigamunur. Ef Boston háskólinn var talin að vinna leik með 10 stigum þá veðjuðu Burke og félagar að þeir myndu ekki vinna með svona miklu mun. Þá kom inn leikmenn eins og Rick Kuhn, þeir passa að liðið myndi alveg vinna leikinn en kannski bara með 4 eða 6 stigum. Þeir klúðra vítaskotum viljandi eða vörðust illa á mikilvægum augnablikum til að halda muninum niðri. Talið er að Jimmy Burke hafi grætt í kringum $1 million á tímabilinu 78-79 í gegnum veðlánasvindl. Hann borgaði körfuboltamönnum hins vegar aðeins nokkur $1,000. Á þessum tímapunkti er Burke orðinn bara enn gráður en áður og það er einmitt þessi græðgi sem á stóra hluti því í falli hans. Árið 1978 og eftir að segja henn 47 ára gamli Jimmy Burke sé einn valdamesti glæpamaður austurstrandarinnar. Þó hann sé ekki ítalskur er hann líklegast vinsælasti maðurinn hjá Lucchese fjölskyldunni. Enginn, og þá meina ég enginn, þénar eins mikið fyrir fjölskylduna og Jimmy Burke. Það sem ég hef aldrei skilið, og eðlilega, ég er glæpamaður, ég hef aldrei skilið af hverju menn þeir eru komnir einhvern í þessa stöðu. Þau eru svona glæpamenn sem hafa komist upp mjög margt og eiga mikið pening. Af hverju stingar ekki bara af til suðurrænna landa? Á þessum tíma á Burke einhverja milljarða á núvirði og gæti hæglega keypt sér litla eyju í Karabíska hafinu eða víneykur í Mið-Ameríku. Það er eðlilega erfitt með að setja sig inn í svona hugsunargang en líklegast er það spennan og valdagræðgin sem fylgir svona lífstíl. Lífstílinn er of freistandi. Þú verður ekki einungis háður peningnum, þú ánýtast einnig völdum og spennunni sem fylgir því að vera glæpan. Ljóst er að Burke er ekki saddur langt í frá. Haustið kemur Martin Krugman til hans með hugmynd sem þróast í eitt stærsta rán allra tíma og þá er ég að tala Lufthansa-ránið sem enn í dag er tæknilega óleyst. Það hefur enginn verið svona dæmdur fyrir það. Martin Krugman var lykilmaður í Lufthansa-ráninu. Það var hann sem fékk ábendingu að milljónir dollara væru geymdir í vöruhúsinu á JFK-flugvelli. Án Krugman hefur ránið aldrei átt sér stað og hann er sá sem kemur úr boltanum að stað eða öllu heldur byrjar þetta hjá Louis Werner sem er starfsmaður Lufthansa á JFK-flugvelli. Hann skuldar veðmöngurum og okkur lánurum peninga og ákvað að borga skuldina með upplýsingum. Werner vissi að í vöruhúsi Lufthansa væru geymdar milljónir í ómerktum seðlum og skartgripum sem voru að koma frá Vestur-Þýskalandi. Krugman hann kemur þessu áfram til Burke og hjólin byrja að snúast. Burke er heilinn á bak við ránið, framkvæmdina sjálfa þótt að hann hafi ekki átt hugmyndina. Hann fer ekki sjálfur inn á flugvöllinn en hann stjórnar hverri hreyfingu. Hann setur saman hóp sem hann þekkti vel, þar á meðal son sinn Frank Burke, hinn óútreiknanlega Tommy DeSimone og Angelo Seppi. Og þetta er Henry Hill líka inn í þessu. Þetta eru þeir sem hann treystir, sem í hans innsta hring. Klukka var rúmlega 3 nóttina, þann 11. desember 1978 þegar svartur Ford Econoline sendibíll renndi upp á vöruhúsi Lufthansa nr. 261. Inn í bílnum voru grímuklæddir menn og vopnaðir byssum og járnkörlum. Járnkallar er svona
verkfæri sem notað til þess að þetta eins og svona hálfgerð þungt spjót sem er gott að geta brotið múr og svona með þessu. Þeir vissu nákvæmlega hvert þeir áttu að fara og hvernig þeir áttu að bera sig að, þökk sé upplýsingum innanbúðar. Þeir brutust inn, yfirbuðu verðina og neyddu starfsmenn til að opna hvelfinguna. Það tók þó aðeins 64 mínútur að klára verkið. Burke hafði lagt línuna skýrt, enginn mátti drepa neinn inn á flugvellinum. Hann vildi ekki að lögreglan fengi ástæðu til að hefja morðrannsókn strax. Þetta átti að vera hreint rán. Það er alltaf meiri pressa á lögguna að rannsaka mál ef einhver deyr í svona verknaði. Ránið gekk vel, en það var ekkert hreint við eftirmálana. Vandamálin byrjuðu raunverulega strax. Stack Edwards, sem bílstjórinn sem átti að losa sig við sendibílinn, hann klúðrar náttúrulega málunum. Í stað þess að keyra bílnum í pressuna í New Jersey fór hann í íbúð kærustu sinnar, drakk sig fullan og sofnaði. Lögreglan finnur svo bílinn með fingraförum og einhverjum sönnugögnum. Stack þessi, þetta skemmtileg týpa, Samuel L. Jackson leikur hann í Goodfellas, en þetta sem sagt blökkumaður og hann og Tommy DeSimone voru mjög nánir og hann var mikið í kringum mafíuna þessi Stack Edwards. Það var meðal annars lífvörður fyrir Muhammad Ali, þannig þetta var alveg bara svona, þetta var svona unit, svona stór og mikill gaur, stútmassaður. En þessi mistök hans urðu kveikjan að einhverju blóðugasta tímabili í sögu mafíunnar í New York. Jimmy Burke, sem var þegar þekktur fyrir grimmd og ofsóknarbrjálæði, áttaði sig á því að hringurinn var að þrengjast. Hann vissi að FBI myndi yfirheyra alla sem tengdust málinu. Burke tekur enga áhættu. Hann ákvað að besta leiðin til að halda peningunum og frelsinu væri að þagga niður í öllum vitnum. Í stað þess að borga mönnum hlut sinn af ránsfengnum byrjaði hann að myrða þá. Stack Edwards var fyrstur, eðlilega. Burke var hræddur að Stacks myndi kjafta og svo hann lætur vin hans, Tommy DeSimone, það er alltaf besti vinurinn sem kemur brosandi til inn og myrðið í þessum heimi. Og Angelo Seppi, hann kemur með honum í morðið. En það var ekki eina morðið. Marty Krugman, sem hafði upprunalega komið með hugmyndina að ráninu, krafðist þess að fá sinn hlut strax og var bara svona hávær. Hann var þekki þessa stereotípu níska gyðinginn. Marty Krugman var mikill peningakall og Burke komst ekkert upp með það eitthvað að búlsita hann. Krugman bara heimtaði peninginn sinn og helst það strax. Og þetta er eitthvað sem Burke bara þoldi ekki. Þannig að Krugman, hann hverfur sporlaust og lík hans fannst aldrei. En talið að hann hafi verið bútað niður og hent svo út í sjó. Svo var það Louis Cafora. Hann var nýgiftur og Burke hafði varað við því að eyða peningum til þess að vekja ekki athygli. Hann fékk eitthvað pening, en hvað gerir Cafora? Hann kaupir sér skærbleikan Cadillac og keyrði bæinn eins og kóngur. Það var dauðadómur. Cafora og eiginkona hans hurfu bæði og fundust aldrei. Það er einmitt gott atriði í Goodfellas þar sem að Jimmy Burke er að hella sér yfir Cafora út af þessum bíl. Hreinsunin, hún er bara rétt að byrja. Hún náði til allra. Joe Manry og Robert Frenchie McMahon fundust báðir myrtir í bíl, skotnir í hnakkann. Þeir hefðu verið hluti af teyminu inn á flugvellinum. Burke vildi einfaldlega slíta alla þræði sem gátu tengt hann við ránið. Meira að segja Paolo Licastri, sem var fulltrúi Gambino fjölskyldunnar í ráninu, til að tryggja allt færi vel fram, var myrtur. Lík hans fannst brennt í ruslahaug, af því að eins og ég sagði að hann Lucchese og Gambino, þeir deildu flugvellinum, en þeir unnu mikið saman. Burke, hann myrðir hann, sem er svona hansi ballsy move. En vissulega Burke var hræddur að vera böstaðar, en þetta snerist greinilega ekki bara öryggi. Þetta snerist, ég vil meina fyrst og fremst græðgi, með því að drepa alla þessa menn, Krugman, Cafora, Manry, Edwards og fleiri, þurfti Burke ekki að borga. Hann hélt milljónunum fyrir sig. Tommy DeSimone, sem var eins og sonur Burke, hann var einnig myrtur. Þótt ástæðan fyrir því hafi verið svona flóknari. 14. janúar 79, þetta er aðeins nokkru vikum eftir ránið, eða mánuð eftir ránið eitthvað, þá hverfur DeSimone. Það eru skiptar skoðanir á því hver drap DeSimone, en sumir telja að Burke hafi drepið hann í eldhúsinu heimi á sér. Margir eru líka á því að Gambino menn hafi drepið hann vegna
morðsins á Bats og öðrum Gambino Associate, Ronald Foxy Geroff. Líklegast hefur Paul Wario og yfirmaður DeSimone í Lucchese fjölskyldunni vita að hann væri orðinn of hættulegur og gefið leyfi fyrir aftökunni. Tommy DeSimone hann einfaldlega hverfur eins og hann hefði aldrei verið til. DeSimone hélt að hann væri ósnertanlegur vegna grimmdar sinnar og tengslunum við Burke, en á endanum var það einmitt grimmdin og virðingarleysi yfir regluna sem urðu honum á falli. Hann gleymdi því að í þessum heimi ertu aldrei stærri en fjölskyldan. Eins og ég hef áður vitnað í, skilurðu, þú veist, Mafian, it lends an order to our disorder var sagt í einni skítsamlegri mynd, en það eru reglur sem Tommy DeSimone var búinn að þverbrjóta. En ránið 11. desember 78 átti að vera fullkominn glæpur og var það að einhverju leyti. Burke hélt að hann hafði unnið kerfið, en í staðinn fyrir auðæfi og virðingu uppskar hann bara dauða og eyðileggingu fyrir alla í kringu sig. Jafnvel herramaðurinn gat ekki keypt sér leið út af þeim vítahring sem hann skapaði. Ránið eins vel heppnað og það var í raun upphafið að endanum hjá Burke. Í byrjun 9. áratugarins allt komið í rugl hjá Henry Hill. Hann var háður áfengi og eiturlyfjum og sem hefur auðvitað slæm áhrif á afköst hans. Burke og Lucchese fjölskyldan ætlast til mikils af honum og gefa engan afslátt. Hann verður að standa sína plikt. Það er mjög illa liðið hjá mafíunni ef þú ert sokkin djúpt í eiturlyf og áfengi, því þeir vita það að fíkill mun líklegri til þess að brotna. Þannig að hann bara á seinasta sens hjá Burke og þeim. Þetta byrjaði allt með eiturlyfjunum. Paul Wario var yfirmaður þeirra í Lucchese fjölskyldunni hafði bannað þeim að selja eiturlyf. Það vissi að dómarnir við því voru svo þungir að menn myndu frekar gerast uppljóstrarar en að sitja inn í mjög langan tíma, en Hill auðvitað hlustar ekki. Hill, eins og Burke, var orðinn gráður og Hill þarna háður kókaíninu. Í samvinnu við Paul Massey byggðu þeir upp stórt net þar sem þeir fluttu inn mikið magn af fíkniefnum í gegnum kúbumenn á Flórida. Hill heldur hann sé orðinn ósnertanlegur og hann geti haldið þessu leyndu fyrir Burke og Wario. Það enda borgar Burke pening sem lætur Wario fá náttúrulega hluta því, þannig að ég held að Burke hafi alveg vitað hvað hann var að gera. En lögreglan, þeir eru að fylgjast með. Í apríl 1980 létu þeir til skara skríða. Hill var handtekinn fyrir eiturlyfjasölu og sannanir gegn honum voru yfirþyrmandi. Hann á engan séns. Símtöl við Massey höfðu verið hleruð og lögreglan vissi allt. Þarna stendur Henry frammi fyrir því að þurfa að sitja að minnsta kosti einhverja áratugin í fangelsi. Hann mjög kærulaus, bladraði símanum og þetta er farið fyrir rétt átti hann engan séns. En það er kannski ekki svona aðal áhyggjuefni hans. Hann veit það alveg að ef hann verður dæmdur í fangelsi fyrir eiturlyf þá mun eitthvað frá Lucchese-mönnum bara að drepa hann og það verður líklegast Burke. Og það var alveg, ég held að það sé alveg rétt ályktað hjá Hill, að því að Timmy Burke hann á þessum tíma alveg nógu paranoiður. Hann er nú stjórnlaus eftirlúft hans að ránið en farin að drepa alla sem viss svo mikið. Þegar hann fréttir af því að Hill hafi verið börstaður þá lítur hann ekki á Hill lengur sem vin heldur sem lausan enda sem þurfti að klippa á. Burke vissi að ef Hill brotnaði geti hann bendlað sig við tugi morða og ráni á flugvellinum og fullt af öðru. Þetta er augnabliki sem breytir öllu. Hill áttar sig á því að hann á enga framtíð þarna í skipulögðum glæpum. FBI spilar fyrir hann upptöku þar sem Burke og Wario ræðum að Hill þurfi að fara því náttúrulega bara, myrtur. Þannig þetta er einfalt mál fyrir Hill, annaðhvort fyrir fangelsi þar sem hann verður líklega drepinn af mafíunni eða á svíkja allt sem hann hafi lifað fyrir. Og hann velur að lifa, hann fer í vitnavernd og vitnisburður Hill er hrikalegt áfall fyrir Burke. Í réttarsalnum segir Hill frá öllu, hann tengir Burke við morðið á eiturlyfjasala, hann nafni Richard Eaton og sagði þeim frá svindlinu, körfuboltasvindlinu. Jimmy Burke er ekki dæmdur
fyrir öll morðin strax, það bara þetta eina morð en vitnisburður Henrys lykillinn að því að koma honum á bak við lás og slá. Þannig það í raun og veru kaldhæðnislegt að herramaðurinn sem var alltaf svo varkár, hann fellur að lokum vegna þess að lærisveinn hans var kærulaus með eiturlyf eins og Paul Matsey. Ef Hill hefði hlustað á Paul Varjo og sleppt eiturlyfunum hefði sögunni kannski lokið öðruvísi. Í mörg ár voru Henry Hill og Jimmy Burke eins og feðgar, rændu saman, skemmtu sér saman, földu lík saman, fjölskyldur þeirra þekktust og en bara á einu augabragði þá hrynur allt. 1980 Jimmy Burke handtekinn fyrir brot á skilyrði og næstu 2 árin Burke að berjast fyrir frelsi sínu í réttarsal. 2 árum seinna hann dæmdur í 12 ára fangelsi fyrir körfuboltasvindli hjá Boston háskólanum í réttarhöldunum sem Henry Hill ber vitni fyrir ákæruvaldið. Vitnisburður Hills leiðir til sakfellingar á 50 einstaklingum og bara harður skellur helst fyrir Lucchese fjölskylduna. Paul Varjo og stór hluti hans hópi stungið inn. Burke var ekki dæmdur fyrir fræga Lufthansa-ránið sem stærsta peningarán í sögu Bandaríkjanna á þeim tíma, heldur fyrir hlutdeild sína í körfuboltasvindlinu. Það óneitanlega grátklettið að Jimmy Burke, maðurinn sem var grunaður að myrt tugi manna og stolið milljónum úr vopnuðum ránum, var loksins felldur fyrir að svindla í háskólakörfubolta. Þetta svo sem alveg gerst áður. Al Capone, hann féll á skattinum, Burke féll á körfubolta. Burke hins vegar ekki sloppinn í árið 1985 á meðan að Burke í fangelsi hann sakfelldur fyrir fleiri brot, meðal annars morðið á eiturlyfjasalanum Richard Eaton. Eaton hafi verið samstarfsmaður Burke sem hafi gert svo djarfur að stela frá honum. Burke sýnir enga miskunn og bútaði það niður. Þar Burke dæmdur í önnur 20 ár, þetta þá 32 ár í heildina og það eru fleiri mál sem bíða hans. James Burke fluttur í vernd öryggisfangelsi í New York-ríki. Þar breyttist líf hans úr því að vera valdamesta persónan á barnum í Roberts Lounge í að vera hans tölustar í kerfinu. Árin hafa breyst. Það var engin mafíugangur þarna í verndi öryggisfangelsinu. Hann fekk bara sambærilega meðferð og allir aðrir fangar. Áhrif hans í undirheimunum fóru vissulega þverrandi með þessari fangelsvist en Burke eins og hann gerði hana einhverjum áratug áður. Það heldur Burke áfram að stjórna á bak við tjöldin, skipuleggja hitt og þetta. Dóttir hans Catherine, ljónhörð og eiginmaður hennar og tengdasonur Burkes, Antonio Indelicato, háttsettur meðlimur Bonanno fjölskyldunar. Þegar Frank Burke sonur Jimmy myrtur 87 þá sendi Jimmy Burke hitt skot á morðingjann sem var bókstaflega skotin í sundur með vélbyssum og flestir á því að Indelicato hafi verið einn af morðingjanum. Staðið, hann hefði verið menn frá honum í raun og veru. En James Burke, hann lést 13. apríl 1996, 64 ára aldri. Hann dó einmana í sjúkrarúmi, ég held hann hafi ekki krabbamein ef maður rétt. Þannig að þetta var ekkert svo sem glamurous endir hjá honum, engin konungleg jarðarför beið hans, aðeins lágar eftirmæli í fjölmiðlum sem minntist hann sem miskunnarlaus glæpamanns fremur en herramanns. En það þessi klísja, saga hans áminning að jafnvel þeir sem telja sig ósnertanlega þurfa að lokum að standa skil á gjörðum sínum, hvort sem það fyrir dómstólum eða í einhverjum fangelsisklefa. Jimmy Burke, hann deyr ekki í skotbardaga eða í glæsilegu einbýlishúsi, heldur á sjúkrahúsi fyrir fanga fjarri dýrðinni sem hann hafði dreymt sem ungur maður í Brooklyn. Dauði hans markaði ákveðin lok fyrir hverfið. Það voru margir í Queens sem önduðu léttar vitandi að Burke væri dauður. Jimmy Burke fór í gröfina með mörg leyndarmál en hann skildi eftir sig viðvörunarsögu hvernig græðgi og ofbeldi leið að lokum til algjörrar einangrunar og falls. Takk fyrir mig í bili.